Nú komum við að því. Japanski bjórinn. Þetta er bara besti bjór sem ég hef smakkað. Þessi bjór kom til Íslands með bara ferðartösku frá Japan. Það er ekki hægt að fá hana bjór á Íslandi. Og ég fekk snilling til að smakka bjórinn með mér hérna. Og það er Júli Pípari, sem er mikill bjórbruggari líka. Gaman að tala um leiðbeiningarnar sem fylgdu honum að hann væri það lítið geislaður að það væri í lagi að drekka. Sem sagt, vatnið er geislavirkt. Japan. Yeah! Það er prófað það. Skál. Og hæ, Gleðileg jól. sömuleiðis. Honjinbanda! Já, maður finnur ekki geislakeiminn. En bragðið er geðveikt. Herðu, þetta er mjög góður bjór. Svona gleður bragðlaugana. Það bara höfum skál. Gleðileg jól! Gleðileg jól! Þetta er bara svona, maður tímur ekki að klára. Já. Já, geislavirkur er hann. Og þar leiðandi þá helst bragðið og allt innihaldið í þessum og í líkamanum okkar í 1000 ár. Sko, mér finnst þetta bara æðislegu bjór. Ég er svo þakkláttur fyrir að fengið þennan bjór. Að fá svona sendingu er bara, wow, það er æðislegt. Ég vil gefa hann 9 í einhvern þessum bjór. Já. Ég ætla að gefa hann 9,2 þá. Ok, 9,2 og 9, það er bara mjög gott. Nú er dálítið síðan ég kláraði bjórinn. Ég er ennþá með svona þægilegt bjórbragð upp í mér. Já, það geymist vel. Finnur það? Já. Ég vona ég vakni með þetta í fyrramálið.